Góðan daginn, ég ætla að taka fyrir hérna franska vörn Steinitz Variation. Það sem sagt rittari F6. Í þessu vídeo ætla ég að taka fyrir E5. Ég reikna með að skoða setna biskup G5 sem auðvitað stór lína. Persónulega hef ég alltaf verið hrifnar af rittari F6 í franskri vörn frekar en biskup B4 sem margir íslenski skákmenn eru mjög hrifnir af. En ég teldi oft rittari F6 hérna áður fyrir og ég held að það sé alveg svona solid option fyrir svartan í franskri vörn. Nú Þröstur Þórhallsson hefur telt þetta, Dagur Ragnarsson svolítið. Ég veit ekki hvort ég að gleyma einhverjum. En já, ég ætla að fara hérna yfir, byrja þá bara á þessu. Sem sagt E5, rittari D7, F4, C5, rittari F3 og ég ætla sem sagt að fara hérna yfir leik sem ég finnst svolítið áhugaverður, leika A6. Sem sagt aðalmeinlænið er rittari C6 sem auðvitað ágætisleikur. En A6 hefur svona sínar hugmyndir líka. Já, og aðalsvarleikirnir eru auðvitað biskup E3, það er mainline. Við skulum aðeins kíkja hérna á rittari 1-2. Já, hvítur er sem sagt að reyna að fara í rittari C2 variantin sko. Og vill meina það að svartur hafa eitt tempo í A6. En því getur verið svarað með rittari C6, C3, B5. Það virkar svona normal að leika B5 fyrst maður var að leika A6 sko. Annar leiku væri F6, segjum A3, biskup E7, getur telt svona. Já, en ég held að B5 sé svona meira principle. Segjum A3. Já, þá ég lýst mér ágætlega sem Knighted hefur leikið hérna C4, bara loka búðinu. Og Knighted sem ágætt skákir í þessu og Nakamura hefur leikið A6 líka. Sedlak frá Serbíu, það ágætt að hafa svona einhverja skákmenn í huga ef menn vilja tefla þetta á svart. En það geti telst þá með G4 til dæmis, það var H5 góðuleikur. Það er búið til reit fyrir rittarinn á F5 og segjum rittari G3 og H8 og hvítur verður eiginlega að leika F5 sko. Það er sennilega, það verður kannski ekki, en svartur getur þá nelt þetta svolítið niður ef hann gerir það ekki sko. Vantarlega með G6 og rittari E7 eitthvað svoleiðis, eða bara G6 og þetta getur telt svona. Og rittari B6 einhvern veginn svona.
Já, drottningaðingunum loka er svartur geti jafnvel ekki kongur D8, kongur C7. En svo er þetta G6 bara hægt að leika hérna annar möguleiki. Og loka búðinni, hugsanlega með hugmyndum eins og drottning E7. Og rittari D8 og rittari E6. Þetta er svona útidúr. Já, ef hann er með rittari á F5 hérna þá er rittari D8 bara E5 og svartur stendur betur. Nú F5 svona flókin password. Drottning 1 og 2. Interesting. Þetta er B6. Ja, biskup E7 líklega. Ég færi hérna 2 upprópunamerki í skáskýningum hjá mér. Þess að ef hann dreipur á D5 þá er hérna rittari C5 upprópunamerki. Skák á D3. Og svartur er við yfirbyrðastöðu. H4 væri líklega best hérna. Og rittari F8. Og staðan er vissulega flókin. En ég held að svartur eigi alveg sína sénsa hérna eftir rittari E6. Já, við skulum baka. Þannig að C4 gæti verið skemmtileg. Svo biskup E3 og B4 bestur. Og svartur að búa til counter á drottningaðing. Segjum D drifur C5. Það teflir svona. Hrókering. Og hvítur hans veikur á svörtur eitunum sko. Biskup B7 að koma á bara svona eðlegir hróksleikir, hrókur C8. Það vegur upp peðið. Nú setur upp B4, það er bara að slegja á D4 og svo skák. Og svartur með counterplay. Hvíti kóngurinn er svolítið svona off þarna á F2 en svona objectively þá er þetta sennilega bara jöfn staða sko. Biskudripur þá er bara hrókering með counterplay. Counterplay byggist nú ofta á að reynleika F6. Já, en biskup E3 er eiginlega by far langalgengasti leikurinn hérna sko. Já, þá förum við aftur á þessari stöðu. Þess að A6 og biskup E3 er náttúrulega mainline og drottning B6, það er svona skemmtilegu leikur. Það er nú hugmyndi með A6 að þegar við drepum á B2 þá getur hvítur ekki leikið rittari B5 sem er mjög óþægilegur og drottning getur lokast inni. Og hann er mjög mikið að valda B5 reytin hérna. Hér eru margir leikir. Það er A3, hrókur B1 og ritar A4. Ég ætla að byrja á A3 sem margir sterkir hafa leikið. Og það má náttúrulega ekki taka á B2 og ritar A4 og drottningin áhangar 1.
þá er best að leika rittari C6, segjum D-trippi C5, þá geta að telja svona, rókering, C4, drótning A5 upprópunumverki, drótning D2, þá er rókur D8, áhugaveruleikur. Þetta teldist í skák hjá Garri Kasparov á móti Taimur Radjabov og svartur hélt vel velli í þessu og meira en það. Og biskup E2 er annar leikur hér, þá gef ég drótning A7 sem besta möguleikan. Þá er sem sagt rittari A4 ekkert lengur að trufla hérna. Þá er alltaf þetta, þá er auðveldar að drefa með biskup á C5 eftir að drefa á C5. Og drótning D2 geti telt svona, biskup C5, rókur D1, rókering B5. B5 er þetta mjög eðlilegt eftir að við erum búin að leika A6 og þetta er svona jöfn staða nokkurn veginn. Mér líst sjálfur sér ekkert illa á svörtu stöðuna. Getur verið uppskipt þarna á D4 og biskupinn frá B7, rókur C8, rittari B6 og svo framvegis. Já, það sjá, drótning B6, A3, rittari C6. Já, við skulum baka. Biskup 1-3, drótning B6, rókur B1 er annar leikur. Og rittari C6, drótning D2. Í skákinni Who Knights 2017 leik Knights drótning C7 hérna. Sem er alveg option líka sko. Nú aðri leikir eru drótning A7, segjum biskup 1-2, það myndi að tefla svona einhvern veginn og svartur pressar hérna á D4, nú rókur D1, rókering B5, rókur F3, það getur telt svona. F6 eða jafnvel drepa D4. Ég myndi segja að staða væri svona í jafnvægi hérna. Svartur er að leika biskup C6 og reyna að leika svo A5 og B4 og ég myndi segja að þetta væri bara svona jöfn staða sko. En mér líst ekkert illa á sensana hjá svörtum. Bakka aðeins. Nú ef það er bara C6 það hefur nú telst. Já, ég sé engin vandamál hjá svörtum hér. Virkar á mig eins og betri stað á svartan. Það er einhver skák sem short heldur með svart. Já, svartu var með góða stuði hérna. Svo fær bara rókurinn á C8 og D8 og P-in er veik hérna. Svona baka. Þannig að biskup E2 er ekkert sérstakur. Rittari D1 geti verið leikur. Myndi tefla svona og hugsanlega F6, einhver skák með Júri Sjúlmann árið 1999
en staðan er svona jafnvægi bara. Já, G3 þetta teflast svipa hrókering biskup B6, það að rýma fyrir riddaran á D7 komin á E4 og staðan er svona óljós bara báðir hafa sín tækifæri hér myndi ég halda. Biskup D7 kemur sennilega næst og hrókur AC8 og rittar E4 eitthvað svoleiðis, hrókur FD8. Nú biskup E7 líka getur líka verið option hérna. Nú ef hvítur G3 A3 þá bara dróning A7 og biskup 1-2 myndi tefla svona verða hérna uppskipti og F6 og biskupin fyrir á D7 skákinni Bangaev Bórik 2009 teldi svona svartuleikur hrókur F8 og já, ég myndi setja það í uppstað og svo B5 náttúrulega og eftir hrókur F8 gæti biskup C6 komið til grein í einhverju stöðum. Þetta er bara í uppstað þannig að það er þetta teflut á ýmsa vegu sko. Já, hér er ég ætla að baka og biskup 1-3 B6 já, A3 hérna já, þá er komið hérna dróning B6 og rittari A4 rittari A4 er svona krefjandi leikur fyrir svartan, hann verður að skáka á A5 C3, C3 D4 og þá verður hvítur að skjóta inn B4 og ekki gæti hann drepið á D4 út af B5 og þá er rittarinn hérna A4 af B4, dróning C7 það er best að drepa með drottning á D4 hjá hvítum en skulum skoða hvað gerist þegar með biskup B5, rittari B2 rittari C6 segjum A4 getur telt svona og það er hérna skemmtilegt trikk sko rittari C5 upprópunarmerki í skákinni Robert Fontaine Kosten 2003 í Fraklandi og rittarinn er að koma sér á E4 svarti rittarinn þannig að það er ekki veldur svörstum engum áhyggjum ef hvítur drepa með biskup drottning drepa D4 mun svona meira krefjandi leikur fyrir svartan. Ég held að besta framhaldi hjá svörstum hér sé að leika rittari C6 menn voru svolítið að leika A5 hérna í gamla daga ég sá að Þröstur var að meina sigurskák í þessu en tölvufóritin metra hvítustöðunum tölvöld betri eftir A3 en menn voru alltaf að leika hérna B5 í gamla daga og það fekk svartur hérna ofta ágætt að reyta á C5 sko ok, ég ætla að mæla með rittari C6
dróning D2, biskup 1 og 7, já, mér finnst biskup E7 vera besta leikjurinn hjá svörtum. B5 er líka annar leikur hérna og einhver hugmynd með F6, ég veit að Móresevits mæli þá með A4 fyrir hjá hvítum. Einhverju gamlar skýringar í Infomotor. Og þetta er kannski örlítið betra á hvítan sko. Þannig að ég ætla að mæla með biskup E7. Segjum biskup D3. B5, þetta er B2, rittarinn á B2 verður stundum svona smá vandræðagripur hjá hvítum í smá stund, og hér er sannlega bestur í svartan að tefla þetta svolítið aggressíft og að leika A5. Segjum hrókering, A3 B4, C3 B4, biskup B4. Þetta er skákin Jordan van Forest Knighted, dróning 1 og 2, hrókur A3 sem ég held að sé nokkuð góður leikur. Það pressar á þriðju ritaröðina. Hrókur FC1 leik Jordan, hrókur AC1 kom líka til greina. Biskup A6, rittari D1. Já, aðri leiki verður þetta hrókur B1, þá gæti biskup A5 komið til greina. Maður getur upp á B5 út af hrókur upp á E3 og biskupinn er að fara á B6 hérna. Segjum rittari D1. Þetta er eitthvað sem ég skoðaði. Ég held að þessi staða sé í jafnvægi að svona allan að segja allar tölur í tölvunum það sko, 0,00. Annar leikur verður dróning B7. Það er eitthvað svona hugmynd sko, þá er teflist það svona, hangir á E2 sko, og svo D1 og E3. Þannig að hrókurinn A3 er mjög góður. Þetta er D1, biskup E7, þetta geti já. Þetta er eitthvað framhald sem ég var að skoða. Hrókur B7, hrókur D8. Hvað segja, hrókur C7. Ég fótt aldrei langt hérna í ógeðanum eða tölvufórtunum. Skoða þetta eins. Og þetta er náttúrulega aldrei langloka, en svartur heldur alveg horfinu og 0,5 á svart segir tölva mín. Hérna í einhverju framhaldi. H6 opnaði fyrir konginn og svo getur biskup A5 að koma. Þetta er nú svolítið langt, 32 leikir. Bara svona sína. Þegar svartur nær að halda öllu niðri hjá hvítum á drottningaveng og vera virkur, þá er þetta í lagi á svart held ég. Það sjá. Já, rittari D, biskup E7. Þannig að ég held að þetta sé sniðut sko, að leika A5 hérna. Og svo hrókur A3 hér.
Já, en já, semst hér var ég með biskup A5 á hann og dróning B7, þá er þetta F5 getur verið áhugavert. Þetta er svona, getur verið svolítið flókið sko. Já, má líklega ekki drepa á E5, það er drepa á F5. Já, þetta geti kannski verið alltaf hættulegt fyrir svartan. Spurning með biskup A5 hvort það sé betra sko með hugmyndinni biskup B6. Já, en þetta er athyglisverð lína. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra í þessu. Sem sagt B4 dróning drepur og hér vorum við með hérna ýmsa möguleika sko, en biskup E7 er líklega það sem ég mæli með sko, og var þetta nákvæmlega leikjaröð. Það býði eftir að hvítur fari með biskupun og F1 með eitthvað út áður en maður leikur B5 og svo A5. Þá það hvítur alltaf eða öðru tempo ef hann vil drepa B5 sko. En já, þá er þessu lokið af A6, en ég ætla að skoða eins fleiri línur hérna. Nú þegar Eurovision er að skella á, þá eru ekki vegið að skoða kannski eina línu sem er mjög sjaldgæf en spennandi. Það er ekki A6 af þessu sinni, heldur riddari C6. Biskup 1-3. Þá er H6 áhugaveruleikur. Og já, svartur er svona aðeins að reyna að plana eitthvað G5 break sko og brjóta upp hann að miðborðið á D4 E5 hjá hvítum. Þetta er mjög sjaldgæfur leikur sko. Skulum kíkja á hvernig getur telst. Dróning D2 segir það, sem er svona eðlileg viðbröð á G5. Segjum F-drepur G5, þá kemur C-drepur D4, riddari-drepur, riddari D-drepur E5 og hvítur er með, svartur er með hérna á miðborðinu. Segjum löngkrókun, þá kemur þetta svona sko, smá trikk hérna. Svartur stendur betur ef hvítur er utan við sig. Biskup 1-2, geta þetta telt svona. Og það er bara G5, þá er skemmtileg taktík hérna biskup H6 og skáka H4 síðan og löngkrókun, biskup D7, H4. Bæði vil ég stela best hérna á F5 bara. Það ætti að vera aðeins betra á svartan á mínum mati. P-ið á G3 svolítið veikt. Það baka eins. Þannig að það er alltaf þannig eitthvað taktík sko. Það var á G5 sko. Þannig að löngkrókun, biskup 1-7 og svartur er bara P-ið yfir hérna. Þannig að nú D-drepur C5 er líklega betri leikur. G-drepur F4 gæti telt svona, riddari-drepur C5, löngkrókun og kongur B5. Þetta hefur eiginlega ekki telst sko. Þessi stað er
er óljós en sennilega alveg ágætt á hvítan veit ég halda. Annað framhald er A6 löngrókun dróning A5 geti komið til greina. Kongur B1 biskup drefur C5 og það er vola lítið af skákum í þessu sko. Það sé á D drefur C5 teki rittari drefur A6 já biskupinn er að fara á B7 og þetta er svona færi á báða held ég. Bakka þess hérna biskup 1 og 2 á G5 upprópunarmerki tekið á D4 og þessi stað þetta var allavega jöfn á svartan. Sýnist mér en þetta er bara svona smá útidúr ég langaði að sína bara þessa hugmynd hérna í lokin. Þetta er þá komið í kvöld ég ætla kannski að taka fyrir líka biskup G5 einhvern tímann í næstu viku segja gott í bili, takk fyrir.